Nú, þegar gögnin okkar eru komin inn í R, þá nú svona tekur oft tölverð vinna við þar sem við þurfum að nú kannski búa til nýja breytur, breyta gerð breytana, koma gögnunum á eitthvað annað form og við skulum aðeins skoða svona nokkur atriði eins og hvernig búum við til nýja breytur, hvernig eins og við vorum með kynjabreytuna áðan að við höfum notað tölur til þess að skrá flokkana en hvernig breytum við því svona í raunverulega flokkabreytu. Við sjá hvernig við ætlum að getum skipt talnabreytu upp í bil og sameina 2 eða fleiri flokkabreytu. En það auðvitað mun lengri listi af hlutum sem við gætum lent í að þurfa að gera en þetta svona einhver byrjun. Til þess að búa til nýja breytu í svona töflungi þá notum við mutate aðferðina og aftur hún tilheyrir því sem dplyr pakka og við þurfum að passa alltaf þurfum að nota þessar aðferðir að vera búin að keyra annarkvort library dplyr eða library tidyverse sem þá hleður inn dplyr og við skulum bara sjá, við getum bara stolið þessari stelum þessari skipun hér og búið til nýjan kafla skiptir svo sem ekki öllu máli en sjáum aðeins hvernig þessi breyta virkar að nú ég komið svo ekkert vera feimin við getum lokað þessum gagnasöfnum eins og við viljum rifjum aðeins upp hvernig púls, það eru 13 breytur í púlssafninu okkar þær líta svona út og ef ég keyri núna þessa línu hér með Ctrl og Enter þá sjáum við að breyturnar verða 14 og nú man ég ekki hvort hún uppfæri sig sjálf hún gerði það, hér er hún búin að búa til nýja breytu sem heitir BMI þannig að rithátturinn eftirfarandi mutate sem sagt býr til nýja breytu fyrsta stillingin það nafnið á gagnatöflunni sem við erum að vinna með og við ætlum að bæta breytunni við og það jú púls og svo kemur nafnið á nýju breytunni og hvernig í þessu tilviki hvernig við reiknum hana út og þá tökum við þyngd og við deilum með hæð í öðru veldi hæðin hjá okkur gefin í sentimetrum þegar maður reiknar út BMI þá á hún að vera í metrum þannig við byrjum að deila með 100 til að fá hæðina í metrum það svo hafið annað veldi og takið eftir því svona hefum við annað veldi eða bara í veldi í R og líka reyndar setja svona 2 margföldunarmerki þetta jafngilt og þá verður til þessi breyta það svona kannski aðeins meira gamaldags ritháttur að þá hefðu við gert þetta svona púls, dollari þyngd deilt með púls, dollari hæð deilt með 100 í öðru veldi en þetta sem sagt það sama en gamaldags og þá ef við setjum nafn á gagnatöflu og svo dollari eitthvað sem ekki til fyrir þá búum við til nýja breytu og hér þegar við erum ekki að nota eins og aðferðina mutate þar sem við erum nú þegar búin að taka fram á við erum að vinna í púlsgagnatöflunni þá þurfum við alltaf að segja hér púls dollari þyngd hér þurfum við bara að segja þyngd deilt með púls dollari hæð deilt með 100 í öðru veldi en við skulum bara þetta bara sýna ykkur þetta ef þið rekist á þetta í einhverjum kóða sem þið fáið í hendurnar en þetta svona skulum við búa til nýja breytur með mutate